Velkomin að Grísará. Nú ég að smíða litla flugvél og ég þarf að mála hana. Við erum búin að því svona mestu, en ég á eftir að sprauta eitt lit og ég er að nota tækifærið og sýna ykkur hvernig ég geri þetta, hvaða sprautu ég nota. Og hvernig ég blanda málninguna og svo framvegis og svo framvegis. Við skulum kíkja á þessa litlu flugvél. Hérna hún. Þetta eins og sést Fokker DR1. Og ég ætla að nota þetta litaskema. Ég svona að mestu búinn að mála það eins og sést. Og hérna efsti vængurinn. Hann blár að neðan, en að ofan þarf hann að verða rauður. Og ég búinn að fá mér málningu til þess að gera þetta og annað sem til þarf. Svo nú skulum við byrja því að skoða græjurnar sem ég ætla að nota. Þetta pressan sem ég nota. Þetta var ódýrasta pressa sem var hægt að fá. Hún ekki með olíu, þannig að það kemur fyrir að hún ofhitar sig og stoppar. Þá þarf ég að rífa hana í tætlur og reyna að fá hana til að ganga aftur. En þetta, hún dugar fyrir þau sprautuverk sem að ég hef verið að vinna hérna. Og hér svo sprautan sjálf. Þetta ekki stórt verkfæri. Einu merkingarnar sem ég sé á þessari sprautu hérna stendur HVAF-LP. Að öðru leyti hún ekki merkt neitt sérstaklega. HVAF-LP stendur víst fyrir High Volume Low Pressure og það sagt útlegst á einhvern hátt mikið magn, lítill þrýstingur. Enda þrýstingurinn sem notaður fyrir þessa sprautu ekki nema 2 bör. 23 bör skils mér sé menjan fyrir svona. Og við skulum skoða stillingarnar. Það fullt af skemmtilegum stillingum af þessari sprautu. Skoðum sprautuna alla saman og sjáum hvað þetta saman. Hérna ofan á lítill bolli og hann skrúast bara hér. Í hann setjum við málninguna og hérna onni smá sigti sem að mér skilst að tínist nú yfirleitt mjög fljótlega. Málningin fer hérna niður og hérna út. Loftið hins vegar kemur hérna í gegn, hérna upp og hingað inn og þessi gikkur hérna stjórnar því. Aðrar stillingar þessi skrúa hérna niðri. Hún fyrir loftið. Eftir því sem að skrúa hana lengra út, því meira loft fer hérna upp í gegn. Þessi hérna, þessi skrúa, hún fyrir nál sem gengur hérna í gegn og út þetta gat hér. Og hún stýrir því hversu mikil málning kemur hérna niður. Og ef maður tekur í gikkinn, þá færist nálin frá og úr gatinu hérna, maður sér, ef vélin fókuserar á þetta, þá sést hvernig þetta opnast svona. Þriðja stillingin þessi hér. Þetta opnar og lokar pínlitlum götum sem hérna sikkur megin við þar sem að málningin kemur út. Ef að maður hefur þetta lokað, þá náttúrulega kemur ekkert. Ef maður opnar þetta, þá kemur loft hérna út og hefur áhrif á það hvernig bunan Loft sikkur megin á bununa
breytir henni úr því að vera kringlótt yfir í að vera svona þvert. Og þessu getur maður snúið eftir því hvernig maður vill að bunan leggist niður. Við skulum blanda málningu og sjá síðan hvernig allar þessar stillingar virka. Hérna eru græjurnar sem ég nota. Þetta er málningin. Þetta er innimáling, bara plastmáling sem að ég keypti í Lítalandi. Það heitir Slippfélagið fyrir sunnan og hún er rauð. Það er langbest að hræra dálítið vel í málingunni. Síðan er ég hérna með 2 bolla. Þetta eru frauðplastbollar. Ég er með teskeið. Það er lang þægilegast og best að hræra í þessu með teskeið. Síðan er ég með vatn hér í þessari flösku og þetta hérna. Þetta er mikilvægasti hlutinn af þessu. Þetta er sigti upp á 190 mikrón, bara venjulegt málningarsigti og það tekur út allar agnir sem að setjast til í málningunni sem að gerist alltaf. Plastmáling byrjar að þorna bara leðum að tekur lokið af henni og það myndast svona agnir í henni og ef maður leyfir þeim að fara inn í sprautuna þá stíplast hún undir eins. En til þess að sprauta þennan væng þá þarf ég smá slatta af málingu og hérna er ég með bollan fyrir þetta og ég byrja bara á því að hella smávegis hérna í svona eins og góðan helming af bollanum. Svona litlum rúbín kaffibolla. Þetta með svona. Út í þennan kaffibolla, út í þessa málingu, setja ég smávegis vatn. Þessi máling er allt of þykk til þess að hægt sé að sprauta henni. Og þá kemur vatnið hérna og byrja á því að setja svona eins og góða botnfylli og hræra. Og nú kemur svona smá sérlund á plastmálingunni að hún blandast ekki við vatnið alveg strax. Vatnið er eins og bara fljótið þarna einhvers staðar með þangað til allt í einu, búmm, allt er orðið blandað. Þetta er mjög undarlegt, ég veit ekki af hverju þetta gerist svona. Og nú er málingin orðin aðeins þynnri heldur en hún var. Ekki nóg samt því að það er alltaf betra að hafa hana að lítið þynnri. Viðmiðið er að hún sé svona eins og þunn jógúrt, eins og drykkjarjógúrt, ekki alveg vatn en ekki samt mjög þykk. Og nú er ég komið með svona eins og 3-4 úr bolla, kannski aðeins meira. Ég hef aldrei spekulærað í hlutföllunum, en ég var með svona hingað af málingu og svo restina, þetta er svona 2-3 á móti 1 eitthvað svo leið. Ég geri þetta bara þangað til að mér finnst málingin vera orðin nægilega þunn. Svona. Nú kemur mikilvægasta aðgerðin, það er að setja þetta sigti hérna í og hella málingunni í gegnum það. Ef ég geri þetta ekki, þá stíplast sprautan leið. Leiða þess að leka í gegn. Svona. Nú skulum við finna sprautuna og slönguna með loftin í
og sjá hvernig þetta virkar allt saman.